Já, sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, við erum komin í sambandi Bandaríkin, það Martin Hermansson sem að gera það heldur betur gott í háskóla körfuboltanum og já, hann komin hérna á línuna. Martin, komdu bless og sæll ekki? Jú, góður sæll. Hvernig hefur það? Herri, ég bara þokkalegur. Já. Var að klára skólan og bara liggur vel á mér. Já, þú ert náttúrulega 5 tímum eftir okkur Íslendingum? Já, 5 tímum núna, að breytist yfir vetrartíman. Annars maður vanlega 4 tímum á eftir. Já. En kannski svona fyrir hlustunni sem veit ekki hver þú ert, að þú ert náttúrulega káeringur og búin að spila núna, er það ekki annað árið þitt úti eða? Jú, það passa, þetta ég á öðru ári núna í Long Island University skólanum í Brooklyn. Já, og þeir fóru þarna saman félagarnir og mikil káringur. Já, og þeir fóru þarna saman út félagarnir, þú og Elvar? Já, og hann náttúrulega skildi mig eftir núna, en við vorum hérna saman í fyrra. Þannig að eftir að Elvar fóru, þá náttúrulega ferð þú að slá í gegn eða ekki? Jú, já, bara þurfti ég að skjóta öllum íslensku skotunum sem voru í fyrra, þannig ég þurfti bara að leggja það saman og halda heyri Íslendingaðin uppi. Já, nákvæmlega. Já. En svona, kannski byrja á, hvernig að vera í háskóla körfubolta til dæmis að það úti í Bandaríkjunum? Þetta er það ekki svona ákveðin dagskrá? Jú, þetta þvílíkt prógram og miklar æfingar og mikil vinna sem að fer í þetta og þetta svona þetta fyrir þeim hérna úti þetta náttúrulega, körfubolti náttúrulega bara allt þeir þekki ekkert annað en að mæta bara á æfingar og snemma á morgnana og svo kannski aftur á kvöldin þetta ekkert menn sem í vinnum og eiga svona eitthvað sérstakt félagslífs utan körfuboltans. Körfuboltin svona bara allt fyrir þeim hérna og ég fíla bara mjög vel. Ja. Þannig að í rauninni gerur ekkert annað en að hugsa körfubolta þarna úti? Nei, það fer voða lítil tími í eitthvað annað og loksins þegar maður fær frídag eitthvað þá var maður svo gjörsamlega búinn á því að maður nennir ekki fram úr rúminu Nei, nákvæmlega, já. En hvernig er svona æfingatíminn svona í háskóla körfuboltanum þarna úti í Bandaríkjunum? Í undirbúningstímabilinu er þetta náttúrulega bara kannski afsækja orðbræðin, þá er þetta bara algjört helvíti. Þá erum við að vakna 6 á morgnana til þess að fara út að hlaupa og lyfta og þangað til að bókstaflega ykkur leggst niður og bara líður yfir hann en annars svona þegar við erum að svona yfir tímabili þá erum við yfirleitt æfi svona 2,5 tíma og svo bætist við það vídeófundir og auka skotæðingar og eitthvað svona. Þannig að þetta getur fara allt upp í ykkur 5-6 tíma á dag Já. Er þetta þannig að þeir sem náttúrulega lifa fyrir körfuboltana þarna úti að eins og á Íslandi þá þekkjum við náttúrulega yngri flokka starfsemi þar sem að menn eru að æfa 3 sinnum í viku. Er þetta öðruvísi svona úti í Bandaríkjunum? Já, þetta er náttúrulega bara við og við erum með íþróttahúsi bara fyrir okkur sjálfa og getum komið inn og gert það sem við viljum bara alveg sama hvað klukkan er húsið er opið allan sólarhringinn og við þurfum ekki að bíða eftir að byrjendaflokkur sé að klára æfingu eitthvað svoleiðis. Þetta er svona öðruvísi sjarmi yfir þessu. Já, nákvæmlega. En svona heilt yfir hérna úti þá er þetta náttúrulega mikil vinna svona eins og varst að segja áðan að það var þetta náttúrulega í mestalagi að það ekki 6 tímar sem menn þurfa að taka í körfubolta á dag? Þetta er náttúrulega hrikalega mikið vinna og ég er enda verið svo heppinn að alltaf þegar ég kom hingað út þá hef ég verið í góðu formi eftir að hafa verið með landsliðinu fyrir sumar sem að koma kannski eftir sumarið og eru kannski ekki búin að æfa í góðan tíma þá er þetta náttúrulega bara helvíti og jörð fyrir þá. Þetta er eins og fyrsta æfingi mín núna þegar ég kom tilbaka þá held ég að 3 hafi ælt og það leiðnast yfir 1 þannig að þetta þú þarft þokkalega að vera tilbúin í þetta bæði líkamlega og andlega.
En þú æfir þarna er það ekki á sama heimavelli og bara Brooklyn Nets er það ekki að spila á eða hvað? Nei, við erum með okkar eigið íþróttahús, en við spilum nokkra leiki á heimavelli Brooklyn Nets yfir áður. Við spilum kannski svona fjóra heimaleiki á ári þar. Já. En annars erum við bara með okkar eigin DHL-höll hérna. Já, eigin DHL-höll, og vel orðað hjá þér. En þú væntanlega skelltir það ekki á einhverju NBA-leiki hérna úti? Jú, ég gerði það mikið í fyrra. Fór á í fyrra þegar ég kom út, þá hafði ég aldrei farið á NBA-leik. Þannig að það var náttúrulega skemmtileg upplifun að prófa það, og ég fór einmitt líka á leiki í playoffs og hafði mjög gaman af, og það frekar fyndið að hafa spilað bæði í Brooklyn Nets og í Madison Square Garden og hafa líka farið að horfa á NBA-leiki hérna. Það þetta er ekki alveg sama stemning og að mæti í Jónagrifina eða eitthvað svoleiðis. En ef þú lítur tilbaka, áttirðu nokkuð ykkur tíma að vona því að ná svona langt í körfubolta eins og þú ert að ná daginn í dag, því að þetta er væntanlega draumur alla yngri flokka leikmanna á Íslandi að komast í háskóla körfubolta? Já, eins og ég segi, ég er með mikið sjálfstraust og ætlaði mér alltaf langt, alveg frá því ég mann eftir mér. Ég fyndi að segja frá því að þegar ég var yngri þá ætlaði ég alltaf að vera fótboltamaður. Og ég tók ekki ákvörðun fyrir en ég var 15-16 ára að verða körfuboltamaður, og síðan þá hefur þetta bara verið einstefna. Ég hef bara ætlað mér alla leið og hef verið í kringum mikið af fagfólki sem hafa hjálpað mér mikið og haft mjög góða þjálfara og spilað með leikmönnum eins og Jón Arnóri og Jakob og fleirum sem hafa gert þetta allt saman og vita hvað þarf, og ég hef lært mikið af þeim og er ennþá að læra, og ég ætla bara að ná ennþá lengra. Já. Þú væntanlega, er það ekki þetta er að verða nokkuð einn raunsæður draumur ef að þú heldur heilsu til að þú getur þessum að fara í NBA-deildinni í framtíðinni? Já, auðvitað er það alltaf draumur allra körfuboltamanna að fara í NBA-deildina, en þetta er náttúrulega þú þarft að vera með einhver sambönd og þú þarft að þekkja réttu mennina og vera virkilega heppinn til að komast inn í draftið. Þetta er náttúrulega nokkri leikmenn af mörg 100 leikmennum sem að komast í þetta, en ég hef alveg fengið að heyra upp á síðkasti frá mönnum sem hafa verið að mæta á leiki og er í kringum liðið að þetta sé alveg raunhæfi draumur, en ég er ekkert að gera mér of mikla vonir. Ég bara tek einn dag í einu og reyna að vera betri og svo bara sjáum hvað framhaldið verður. En hvernig hefur það því að nú er náttúrulega væntanlega erfitt er það ekki að búa í Bandaríkjunum og vera svolítið einn og lífi snýst bara körfubolta, hvernig er andlega heilsaðin yfir dagana þarna? Hún er nú bara mjög góð, sko. Ég hef náttúrulega verið það heppinn að kærastan hefur verið mikið hjá mér og svo er ég náttúrulega með Gunna og Dag Kár bara í 10 mínútna fjarlægð frá mér, þannig að við reynum að hittast bara eins ofta við getum og vorum til dæmis að horfa á Super Bowl saman í gær, allir. Já. Og en annars er þetta náttúrulega, þetta er bara 5 tíma flug frá Íslandi og það er stöðugur íslenskur ferðamannastraumur til New York og ótrúlegasta fólk sem hefur samband og vill hitta mann. Þannig að maður er einhvern veginn, maður hefur ekki fundið fyrir mikil heimþrá ennþá, og það hjálpa náttúrulega mikið fyrir að vera með Elvar og komast inn í hlutina með honum. Þannig að þegar ég kom út núna þá var ég ekki að fara inn á óvissu, ég vissi alveg nákvæmlega í hvað ég var að koma. Já, nákvæmlega. En það er eitt náttúrulega með eins og ameríska íþróttir, þetta er svolítið sérstakt að þú væntanlega það ekki upplifað það að þeir hafa til dæmis engan áhuga á fótbolta eins og við Íslendingarnir. Nei, mér finnst það mjög magnað. Það er til dæmis, ég held að meiri hlutin í liðinu mínu veit ekki hver Messi og Ronaldo eru. Og það er mjög fyndið að tala fótbolta við þá, af því að þeir bara hafa ekki hugmynd það, sko.
En við erum aftur á móti með fótboltalið í skólanum, sem sagt, já, fótboltalið og þjálfarinn vildi fá mig á æfingum daginn, en körfuboltaþjálfarinn var ekki alveg að taka nóg vilja. Nei, nákvæmlega, já. En svo nefnilega svolítið sérstakt með Kanan að það líka, þeir vita varla hvað handbolti það nokkuð? Ég haf ekki hugmynd hvað handbolti en mér skilst að að handbolti sé ykkur önnur íþrótt hjá þeim. En sem sagt, þú verður að segja team handball, þá svona rámar þeim eitthvað í það, en þeir náttúrulega kunna ekki reglurnar en segjast að sé þetta eitthvað tímann óvart í sjónvarpinu. En annars held ég að meiri hlutin að hafa ekki hugmynd hvað handbolt Já. En með svona hvernig háskóla íþróttanir eru settar upp hérna úti, þetta það ekki svona tímabundi eftir hvort þú ert í körfubolta eða ameríska fótboltanum og svo náttúrulega sokkar eins og þau kallaði þarna úti? Já, akkurat, þetta er rosa skipt niður og til dæmis eins og fótboltalið okkar og blaglið okkar, þau þurfa að mæta mánuði fyrr en allir aðrir í skólan til að byrja að æfa, af því að tímabilið á þeim byrja bara leið og skólinn byrjar. En hjá okkur þá byrja tímabilið ekki fyrir í október. Þannig að við höfum alveg góða 2 mánuði til að undirbúa okkur þegar við komum út. En svona í lokinu áður en slepptir, þú væntanlega reynir eftir þinni svona bestu vitund að það ekki að reyna að fylgjast með íslenska körfuboltanum svolítið? Jú, alveg klárlega. Ég reyna að horfa alla leiki sem ég get og ég er með OSAP eða hvað sem að kallast. Þannig að ég get hort á alla leiki sem er á Stöð 2 Sport og ég horfa á körfuboltakvöld og allt þetta. Þannig að ég reyna alveg að fylgjast með öllu sem er að gerast og hef mjög gaman að. Þannig að er ekki svolítið sérstætt, nú er pappiðinni, hann er það ekki sérfræðingur í körfuboltakvöldum? Jú, það passar. Það er ennþá meiri pressa að þurfa að fylgjast með þessu. Já. Þannig að þú lætur kannski kallinn heyra það stundum svona, þú veist ekkert hvað þú ert að tala um. Já, alveg, ég læt hann heyra alveg óspart. En þó aðalega bara, hann kann ekkert að klæða sig greið. Þannig að ég segi hann svona í hverju hann eiga að vera. Já, nákvæmlega, já. En það var ákveðið maður í spjalli hjá okkur í Sportandinn sem heimsótti ykkur þig og Elvar út í Brooklyn, Ingvar Örn Ákason, kallaði betur þetta sem Bissan. Hann segir í beinni útsendingu að hann hafi unnið því í 3-stigakeppni. Getur það verið? Ég veit ekki hvað heimi það var, sko. En við tókum einhverja vítakeppni í einhverju djóki og ég er náttúrulega bara sem góðu vinur hans, þú veist. Sá hann var lítill í sér og veit ekki geta lítið úr honum, þannig að ég leiði honum að vinna bara. Já, nákvæmlega. Martin Heimarsson þakka kærlega. Það myndi aldrei gerast aftur. Nei, það myndi aldrei gerast. Martin Heimarsson þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið sem allra best og það er náttúrulega, það er svona aðeins öðruvísi sólarhringurinn hérna úti, þannig að það er erfitt að fylgjast með þér. Já, það er alveg rétt. Þetta er óskuplegið fyrir fólki heima þurfa að fara að sofa 3 á næturnar en mamma og pappi sofna ósjaldan í hálfleik og fyrir að horfa á leikin einhver staðar endur síðan. Já, nákvæmlega, já. En svona áðurinn í slepptir, ef þú mætti velja á milli hvaða NBA-liðs er í heiminum, hvað myndir þú velja? Ég hef alltaf, kannski skömm að segja frá því núna, en ég hef alltaf verið mikill leikarsmaður og ég held að það er frekar heillandi að búa í Kaliforníu og spila körfubolta. Já, nákvæmlega. Taka svona hvíta Magic Johnson á þetta? Já, akkurat. Hvítan hérna í leikars. Já, nákvæmlega. Martin Heimarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið sem allra best. Já, takk kærlega fyrir það, ekki málið. Bestu þakkir. Ok, bye. Já, Martin Heimarsson er að gera virkilega gott þarna úti í háskóla körfuboltanum og þannig er hún heldur byttið þekkt nafn þarna og það er nú gaman að segja frá því að menn vita hver hann er sem fylgjast með háskóla körfuboltanum og eitthvað sem að við Íslendingar náttúrulega áttum okkur kannski ekki alveg á hvað háskóla körfuboltin er stór og erfið en eins og hann kom inn á að þá getur þetta verið mikil vinna
En við ætlum að fara núna yfir í hestamennskuna og næstur á línunni formaður hestamannafélags Smára. Það Ingvar Hjálmarsson, það ekki langt. Og fyrir þá sem ekki vita hvernig leiki kvöldsins í körfuboltanum fóru, þá ég með það bara fyrir fram að mig, ótrúlega satt. Og ef við förum bara beint, það var þannig að Njarðvík vann FSU 165, Haukarunnu IR 94-88 og Keflavík Dabakett Grindavík 88-101. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Kvikmynda